600. og 18. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi Hljómavöll þriðjudaginn 19. október klukkan 17 hér með settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Margrét Þórarinsdóttir, Halldóra Fríða Þorvarsdóttir, Margrét Sandnes, Styrmi Gauti Fjellsteð og Guðbrandur Einarsson ásamt Hrefnu Gunnarsdóttur sem ritar fundargerð. Það eru 5 mál á dagskrá fundarins en þau eru númer 1 fundargerð bæjarráðs frá 7. og 14. október, númer 2 fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 15. október, númer 3 fundargerðir barnaverndarnefndar frá 4. og 8. október, númer 4 fundargerð menningar og atvinnuráðs frá 4. október og númer 5 fundargerð velferðarráðs frá 13. október. Og ég gef þá orðið laust fundargerðir bæjarráðs frá 7. og 14. október. Gerið svo vel. Margrét Sandnes, gerið svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Á fundi bæjarráðs númer 1339 í öðru máli var fjallað Suðurnesjalínu 2 eða lagður fram úrskurður í því máli þar sem að hafði borist kæra frá nokkrum samtökum varðar Suðurnesjalínu 2 og úrskurðurinn ánægjulegur og mér ljúft og skylt að koma hingað upp og nefna að í úrskurðinum virkilega ánægjulegt að sjá að það að vinnubrögð Reykjanesbæjar í þessu máli hafa verið til fyrirmyndar og þannig að úrskurðurinn bara þannig að fari fram á að vegna framkvæmdaleyfisins vegna Suðurnesjalínu 2 að það var óskað eftir að það yrði ógilt en vegna frábæra vinnubragða Reykjanesbæjar að þá þessari kröfu hafnað. Og þarna verðum við að taka sérstaklega fram að lögmaður Reykjanesbæjar stóð sig frábærlega, umhverfis- og skipulagssvið og ráðið stóð sig frábærlega, bæjarstjórn hér stóð sig frábærlega, öll sem einn og ég verð sérstaklega að hæla mínum félögum í Sjálfstæðisflokknum. Þetta í fyrsta skipti sem ég stend hérna upp á hæli Sjálfstæðisflokknum sérstaklega, þannig að ekki þarna vera eitthvað undrandi þráttur að þetta sé í fyrsta skipti. En mér langar að segja að fulltrúar hjá Sjálfstæðisflokknum, aðal og varamenn og aðilar sem við fengum til aðstoða við okkur, ég vil líka þakka þeim vegna þess að þetta flókið mál, þetta erfitt mál og þetta skiptir miklu máli fyrir Reykjanesbæ og atvinnuuppbyggingu. Og við höfum heyrt allt og oft að atvinnuuppbygging vegna þessara Suðurnesjalínu sé eingöngu uppbygging á einhverju kísilveri eða álveri eða eitthvað svoleiðis sem við höfum öll hafnað hér. En við skulum muna það að Algalíf sem dæmi sem upp í Ásbrú hefur að fulltrúar þeirra hafa hreinlega nefnt og lýst yfir miklum áhyggjum yfir því ef að Suðurnesjalína 2 ef að þetta kemst ekki í gegn. Þannig að mér langar bara aftur að hæla þessum framangreindum aðilum sem ég nefndi, bæjarlögmanni, umhverfis- og skipulagssviði, starfsfólki á umhverfis- og skipulagssviði og ráðið og bæjarstjórn öll og svo félaga mínir í Sjálfstæðisflokknum. Bara flott hjá okkur. Takk.
Baldur Guðmundsson, gjörðu svo vel. Já, virðulegur forseti og góðir bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil bara taka undir Margréti. Mjög ánægjuleg tíðindi með Suðurnesjalínuna og bæta í, það ekki bara algalíf heldur, það bara uppbyggingin á sveitarfélögunum og okkar þá sérstaklega. Það sem við þurfum rafmagn, við viljum fara líka í orkuskipti í samgöngumálum og þannig að þetta er lykilatriði fyrir okkur að komast í gott samband við orkuverin. Svo ætla ég að færa mig yfir í seinni fundargerðina, 1340. Bara smá, ég las ekki öll gögnin í fyrsta máli sem stafræn umbreyting sveitarfélaga, en þar kemur fram að þetta var ekki bara lagt fram til kynningar, heldur var kallað eftir afstöðu sveitarfélagsins og afstæðan þarf að liggja fyrir 1. nóvember. Þannig að ég bara spyrja hvort að það verði þá ekki tekið upp aftur í bæjarráði eða hvort að við ætlum að taka afstöðu bara hér og nú til þessa verkefni. Sko. Því að þetta er eitthvað sem að náttúrulega sambandi er að stendur fyrir eða er fara út í og vilja bara fá svona, já, góð frá sveitarfélögunum. Og að lokum þá vil ég bara þakka fyrir það að 10. mál, húsnæði Myllubakkaskóla, hafi verið tekið á dagskrá. Þetta var sem sagt utan dagskrár og við höfum alltaf oft tekið mál utan dagskrá og ekkert hefur verið bókað og síðan hefur svona verið á reiki hvað var ákveðið eða hvað átti að vera næstu skref. Þannig að þetta er bara mjög gott að hjá formanni bæjarráðs að taka þetta inn og bóka þetta. Þannig að það er miklu verra eins og þetta mál. Þetta er svo mikið í umræðinu út allt að það er allir skólar hálfmyglaðir. Foreldrar þora ekki lengur að senda börnin í skóla. Ótta við að húsnæði sé ekki hæft. Þannig að það er mjög gott að við bókum að það er verið að skoða þetta, það er búið að gera ákveðnar aðgerðir og þetta verður áfram rannsakað og við finnum lausn þangað til að þetta er frá. Meira var ekki í bili, takk. Takk fyrir Baldur, Friðjón Einarsson. Ágæti forseti og bæjarfulltrúar, ég ætla nú bara að leyfa mér að taka undir þau orð sem hér hafa verið sögð, bæði Suðurnesjalínu og við væntum þess auðvitað að það finnist einhver lausn. Sveitarfélagið Vogum taki sér rögg en það er þó ljóst að hugsanlega verða koma fleiri málsaðilar að þessu máli sem kannski gæti senkað þessu áfram. Aðeins varandi stafræna umbreytingu sveitarfélaga sem var það mál sem var rætt á seinni fundi bæjarráðs. Þar þetta hefur verið kynnt fyrir bæjarráði og þetta fer inn í fjárhagsáætlun. Það er gert ráð fyrir þátttöku Reykjanesbæjar í þessu verkefni og það er gert ráð fyrir 12 milljónum og þeim skilaboðum hefur verið komið til skila til ríkisins sambandsins að við ætlum að vera með. Það er líka búið að hafa samband til sveitarfélögin hérna á Suðurnesjum ráðningu starfsmanns í þetta verkefni en Reykjanesbær er dálítið miðpunktur í því og eru komin dálítið langt eins og við fengið kynningu á sérstaklega sem lítur að umhverfis og skipulagssviðinu og byggingafulltrúa sem orðið nánast allt rafrænt og það er óskað eftir þátttöku sveitarfélaganna á Suðurnesjum í þetta verkefni. Ekki nú ljóst alveg hvað verður það en
Það er þó ljóst að Vogar ætla að vera með okkur, eru búin að samþykkja þáttöku og auk þessa beðið eftir svari frá Suðurnesjabæ en mér skilst að Grindavík hafi ákveðið að vera ekki með. En þetta verður þá formlega gengið frá þessu þegar við leggjum fram fjárhagsáætlunina núna ekki núna 15, heldur næstu viku, þá leggjum við inn fjárhagsáætlunina og þá kemur þetta fram þar. Annar vildi ég nefna hérna líka er með húsnæði Myllubakaskóla. Formaður bæjarráðs fór á fund með starfsfólki skólans í síðustu viku og var það mjög góður fundur. Það var rætt allt mögulegt og einnig mætti á þennan fund fulltrúar vinnueftirlitsins og heilbrigðiseftirlitsins og mín tilfinningi þessu það að við erum öll á sama stað og ætlum að leysa þetta hratt og örugglega eins og bæjarfulltrúi Baldur sagði hérna rétt áðan. Þannig að ég mjög ánægður með hvernig þetta hefur gengið áfram og það er búið að skipa tvo vinnuhópa sem þegar hafa hafið störf og vænti ég góðs að því mjög fljótlega. Takk fyrir þetta. Það hafi ekki fleiri kvatt sér hljós undir Gunnar Þórðarsson. Gerðu svo vel. Vilji forseti, ágætu fundarmenn og gestur. Já, ég tek undir það. Þetta ánægjulegt að þetta skuli hafa gengið í gegn. Við vorum auðvitað þannig stödd að það var bara ein lína og urðum óþyrmilega vart við það að vör við það að það gat skaðað okkur verulega, einfaldlega vegna þess að flugvöllurinn, og það kom fyrir að minnsta kosti einu sinni, að rafmagn féll niður út af því að strengurinn gaf sig, Suðurlína 1 féll niður og það var ekkert rafmagn til dæmis upp á flugvelli. Og það er mjög alvarlegt mál og auðvitað vonaði maður að þetta myndi gangi í gegn og sem betur fer hefur það gengið núna eftir vonandi þó að einhverjir eigi eftir að samþykkja þetta en það er brýnt að fá þessa línu. Takk fyrir þetta. Það ekki fleiri sem hafa óskað eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkja þetta fundargerð bæjarráðs frá 7. og 14. október eru beðin með gefamerki. Og þær eru samþykktar 11.0. Þá það liður númer 2 sem fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 15. október. Þar eru 3 atriði sem þarf að afgreiða sérstaklega sem liður númer 3 grófin 10a og það var það nýbyggingu þar, orðið laust lið númer 3. Það enginn sem kveður sér ljós undir lið númer 3, þeir sem samþykkt geta lið númer 3 eru beðin að gefa merki. Og hann samþykktur 11.0 og þá það liðið 4 sem Greinidalur 2, lóðastækkun fyrir bílskúr, orðið laust lið númer 4. Og það enginn sem óskar eftir að taka til máls undir lið númer 4, þeir sem samþykkt geta lið númer 4 eru beðin að gefa merki. Og hann samþykktur 11.0 og þá það þriðji liðinu sem þarf að taka til sérstakrar afgreiðslu sem liður númer 6, lóð sunnan Vitavegar á Reykjanesi, orðið laust þennan lið. Og það enginn sem óskar eftir að taka til máls undir þessum lið, þeir sem samþykkt geta lið númer 6 eru beðin að gefa merki. Hann samþykktur 11.0 og þá orðið laust fundargerð að öðru leyti. Margrét Sandi gerði svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Það ánægjulegt hversu Reykjanesbær öflugur að því leyti til að við sætasta stelpan á ballinu snýr að atvinnumálum.
Og eins skrítið eins og það er með allt þetta atvinnuleysi, þá er ljóst að fyrirtæki horfa til þessa staðar eða hafa trú á þessu svæði og vilja stækka. Og í þessari fundagerð eru 2 mál. Annars vegar er verið að tala um deiliskipulag og breytingu aðalskipulag við Njarðvíkurhöfn og þar er skipasmíðastöðin og það sem er að gerast hringu það og áform þeirra að stækka og er mjög ánægilegt að fjölbreytni við atvinnuuppbyggingu er að aukast og ekki bara það, heldur fiskeldið og þetta landeldi sem er fyrirhugað á Reykjanesi sem að verður stærsta landeldið á landinu og gríðarlega stórt og mikið og mjög spennandi atvinnutækifæri og eykur flóruna og breytinguna sem að verður hér á svæðinu. Þannig að við þurfum heldur betur að fara að bretta upp ermar Reykjanesbær og fjölga lóðum og fara að skipuleggja því að við eigum von á því að það fjölgi enn og við verðum enn mesta vaxtarsvæði á landinu. Og það er líka annað hérna mjög skemmtilegt og spennandi sem að kom fram hjá umhverfis- og skipulagssviði. Það er þróunarreiturinn sem var rætt einmitt líka í bæjarráði og auglýsinginu þróunarreiti. Þarna er gríðarlega spennandi og skemmtilegar hugmyndir uppi og finnst mér algjörlega til fyrirmyndar hvernig frumdraugin hafa verið unnin og þessar hugmyndir sem hafa komið upp og draugin að auglýsingu. Við höfum rætt að við höfum jafnvel viljað stækka og breyta og leggja meira undir þarna og höfum bent á, það er verið að horfa til þar sem slippurinn í Keflavík og síðan þar sem Fischerhúsið eða í kringu það. En þá er einnig spurning jafnvel lóðina sem er á móti Fischerhúsinu. Opna svæðið ætti eitthvað að vera þar eða eigum að hafa þetta opið svæði, það væri skemmtilegt að sjá heildartillögu þar. En í heildina að auglýsta sem þróunarreit og fá hugmyndir, ég býð spennt. Aftur, Reykjanesbær er bær tækifærana og við erum bæði að efla gríðarlega með fjölbreytilegt atvinnulíf og mjög spennandi hlutir að gera í skipulagsmálum. Takk. Friðjón Einarsson, Gessvæl. Ágæti forseti, ég vil nú taka undir orð bæjarfulltrúa Margrétar Sanders það sem er gerist hérna í skipulagsmálum. Það er ljóst að ef við horfum nokkur ár tilbaka þá hefur hvergi verið eins mikil fjölgun á Íslandi sem hérna í Reykjanesbæ og við höfum séð það á lóð- og úthlutunum. Núna er að hefast úthlutun á Dalshverfi 3 og en leið með nýju skipulagi munum við kynna hugmyndir að nýjum svæðum sem gera það að verkum að á næstu árum munum vera alltaf 4.000 lóðir lausar og enn höldum við áfram og sjáum það að Ásbrú er að opnast en þar má gera ráð fyrir alltaf 5.000 manna byggði viðbót. Þannig að það er ljóst að framtíðin er mjög spennandi hérna en ég vildi kannski nefna það hérna að gefnu tilefni að bæjarfulltrúi Margrét nefndi þróunarverkefni sem nú verður kynnt fljótlega fyrir bæjarstjórn og það eru nokkur fleiri þróunarverkefni sem eru á leiðinni í skipulagsmálum sem vonandi við komum á legg núna á næstu vikum og mánuðum þar sem menn eru að fara í samstarf við einkaaðila uppbyggingu og hérna á nokkrum svæðum hérna í Reykjanesbæ og mér finnst það mjög spennandi og það er ljóst að það vantar ekki lóðir í Reykjanesbæ, ég held að það sé ljóst og líka tek undir það að framtíðin er björt þó að þetta sé nú ansi dýrt fyrir okkur að vera í svona hraðri fjölgun að maður hefði kannski stundum vilja að fjölgunin væri aðeins hægari þannig að kostnaðin væri aðeins minni en þetta getur ekki sagt annað en að fólki líði vel hjá okkur.
Já, það hafa ekki fleiri kvassi ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 15. október beðin gefamerki. Og hún samþykkt 11.0 og þá það liður númer 3 sem eru fundargerðir barnaverndarnefndar frá 4. og 8. október sem eru ekki hér til afgreiðslu heldur til umræðu ef einhver vill taka til máls undir þessum lið. Díana Heilmarsdóttir gerir svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, mér langar að koma upp undir lið 2 sem forvarnir frá skóla og alla leið heim. Meirihlutinn lagði fram bókun á fundinum sem var rædd vel og vandlega af öllum viðstöddum, nefndarmönnum og starfsmönnum barnaverndar og í sameiningu þá fínpussuðu við erindið og úrvarð fínasta bókun sem mér langar að fá að lesa hér upp með leyfi forseta. Áður en ég geri það að þá langar mér líka að nefna að þetta mjög mikilvægt málefni og okkur í barnaverndarnefnd finnst mjög mikilvægt að það sé í umræðunni. Það eru ofsalega margir foreldrar sem eru ekki meðvitaðir hvað er að gerast í nærumhverfi barnsins síns og mikilvægt að við sem samfélag séum meðvituð og stöndum vörð börnin okkar. Og nú ætla ég að fá að lesa bókunina. Forvarnir frá skóla og alla leið heim. Verkferlar ef grunur fíkniefnasölu og eða neyslu í skólum Reykjanesbæjar. Barnaverndarnefnd Reykjanesbæjar leggur til að sviðsstjóri fræðslusviðs og teymistjóri barnaverndar taki eftirfarandi til skoðunar og ákveði í framhaldinu næstu skref varðandi gerð verkferla sem gilda fyrir alla skóla í Reykjanesbæ. Mælt með að slíkt verði unnið í góðu samstarfi við hlutaðeigandi aðila. Verkferlar verður svo lagð fyrir fund barnaverndarnefndar þegar þeir eru tilbúnir og taki gildi eigi síðar en 1. janúar 2022 og fyrr ef hægt er. Meðal annars verði skoðað tiltæk viðbrögð og úrræði, hvaða viðbrögð, úrræði og stuðningur þurfa að vera til staðar, fyrirkomulag forvarna og samstarf heimila og skóla. Ef uppkoma slík máli í skólum okkar nauðsynlegt að bregðast við á viðeigandi hátt. Nauðsynlegt að ræða hlutina á mannamáli, hvað skal varast og hvað skal til bragðs taka ef nemendur, starfsmenn skóla eða aðrir verða vitni að sölu og eða neyslu fíkniefna á skólalóð. Barnaverndarnefnd hefur áhyggjur af unga fólkinu okkar. Mjög mikilvægt að foreldrar og forráðamenn séu upplýstir svo hægt sé að taka samtalið heima og vera meðvitaður stöðuna, fræða börnin okkur hættuna og halda umræðinni gangandi til þess að vera vakandi í nærumhverfi barnsins. Með þessu vill barnaverndarnefnd árétta að ein af megin áherslum í stefnu Reykjanesbæjar börnin mikilvægust. Í því felst að styðja börn svo þau blómstri í fjölskyldunni, skólum, íþróttum og tómstundum til að auka kraft samfélagsins. Það mjög mikilvægt að allir skólar hér í Reykjanesbæ séu með sameiginlega verkferla í þessum málum og að það sé sama ferli sem fari í gang þegar að mál af þessu tagi koma upp sem við að sjálfsögðu vonum að gerist sjaldan og helst aldrei. Við vorum fljót að tileinka okkur COVID-verkferla og því ekkert til fyrirstöðu að við tileinkum okkur verkferla snúa að heilsu, þroska og veljiðan barnan okkar. Takk. Birna Guðmundsdóttir gerir svo vel. Kæri forseti, bæjarfulltrúar og gestur, mér langaði bara að koma upp hérna og lýsa ánægju minni með þetta frábæra mál í barnaverndarnefnd og ég bara svo hrærð yfir þessu að þau hafa tekið upp á sitt einsdæmi að taka á þessu máli og við auðvitað höldum á skólanur okkar séu öruggir og búast við því en við erum barnarlega að halda slíkt sé þar allstaðar. Þannig að þetta algjörlega kristaltært að samræma verkferla fyrir alla skólan okkar og þannig að við getum brugðist við þessu út af því að það halda fíkniefni sig ekki til bara ekki inn í myndinni og hvað þá að þetta þekkist ekki á skólalögum. Þannig að forvarnir eitthvað sem við þurfum að tileinka okkur, sem við þurfum að bregðast við, sem við þurfum að vera vör og við þurfum að gæta börnum okkar. Og þetta svo mikilvægt að hafa þetta tól til að bregðast við ef út af bregður sem að ég vona sé sjaldgæft en auðvitað þetta til staðar á skólalögum eins og annars staðar. Þannig að mér langar bara innilega að lýsa þakklæti mín til barnaverndarnefndar og bara vel gert, flott sé okkur að gera þetta og við þurfum að vera vakandi fyrir þessu eins og öðrum málum. Þannig að ég bara stolt. Takk.
Takk fyrir þetta. Margrét Þórhallsdóttir, gerðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, mér langar til að þakka Barnaverndarnefnd Reykjanesbæjar fyrir frábæra tillögu að koma þessu á laggirnar og ég tek undir með bæjarfulltrúa Díunu og Guðný Birnu. Ég ætla ekki að fara að segja það sem þær voru að segja, ég tek bara undir þeirra orð en þetta er mjög mikilvægt og þarft verkefni og ég ætla að vona svo sannarlega að þetta verði að veruleika fyrir áramót. Takk fyrir. Það hafa ekki fleiri kvatsir ljós undir þessum lið en sem er nú hér bara til umræðu. En þá var það lið númer 4 sem er fundargerð menningar og atvinnurás frá 4. október. Voru það laust. Ég sé að það er enginn sem allir að taka... Já, ég er nú kannski bara að því að ég var svo glaður yfir síðustu helgi. Og safna helgi á Suðurnesjum og síðustu helgi og við fórum víða held ég Suðurnesja fólk og skoðum það sem var að gerast í kringum okkur. Þetta byrjaði nú út í Sandgerði og setningu þar og þar voru kynnt listaverk sem eru alveg dásöndin ein vil ég segja. Ég fór nú til dæmis svo upp í Grindavík og hlustaði þar á mikinn sagnamann segja frá lífinu við höfnina og uppvöxtar árum sínum þar við höfnina í Grindavík og það var líka alveg frábært og koma síðan inn í slökkvisafnið hérna inn í ramma og það var ótrúlega margt og skemmtilegt að gerast þannig að við eigum fullt af fólki sem getur aukað mannlífi hérna. En Guðný Birna, þú varst að biðja orðið ekki. Friðjón Einarsson, gerðu svo vel. Þið eru svo lík. Forseti, ágætt að hafa það í huga. Við erum lík. Ég ætla að taka undir orð forseta safnahelgina. Þetta var alveg frábært. Ég fór á nokkra staði og bæði einn og með barnabörnin og þetta var virkilega gaman og mikill fjöldi fólk sem heimsótti hingað heim. Menningin þrífst vel hérna í bæjarfélaginu okkar og erum við stolt af. Ég kem hérna til aðeins að ræða fundargerð menningar og atvinnurás 4. október síðastliðinn. Enn á ný vill ég hrósa nefndinni fyrir góð störf og samheldni, traustur og góður hópur í þessari nefnd og verð ég að hrósa því. Þessi fundur var sérstaklega haldinn aukafundur vegna fjárhagsáætlanagerðar 2022 og farið var hátt og lágt yfir stöðuna og tekist þar á og ljóst að kannski ekki allir sáttir en á endanum þá virðist þetta alltaf ganga upp hjá okkur. Mál 2 Vestnorden er Vestnorden kaupráðstefnan sem var haldin hérna í Reykjanesbæ 5. til 7. október var ótrúlega vel heppnuð. Vaninn er sá að þessi ráðstefna hún ferðast á milli Reykjavíkur, Nuuk í Grænlandi og Þórshafnar í Færeyjum. Af og til hefur hún verið á Akureyri en þetta er fyrst skipti sem þessi ráðstefna var hérna og hingað komið við 400 útlendingar sem eru að kaupa þjónustu af íslenskum ferðaþjónum. Upprunalega átti hátíðin að vera í Reykjaneshöllinni en frá því var horfið og var hún flutt hérna inn í þetta glæsilega hús okkar hérna, Hljómahöllina og þá má segja að hvert einasta horn hafi verið nýtt í húsinu. Það var allt fjarlægt úr öllum sölum, bása settir alls staðar hérna upp á sviði, inn í rocksafnið og meira að segja aðeins inn í tónlistarskólann. Það verður að segja sem að þetta tókst alveg ótrúlega vel og loka athöfnin sem fór fram í félagsheimilinu Íþróttahúsinu í Suðurnesjabæ í Garðinum. Okkur var boðið að vera þar viðstödd, ég ásamt forseta og frú og bæjarstjóra og
það keftust allir við að hæla starfsfólki hljómahallar sem gerði allt sem þurfti að gera niður í minnstu smáatriði og ekki síst var það nefnt að nálægðin hérna í hljómahöllinni, nándin sem er öðruvísi hér heldur en í íþróttahúsum og íþróttahöllum sem þetta venjulega er haldið, vakti mikla athygli og var gerður góður rómur að því. Ekkert í þessu verkefni klikkaði, þetta stóðst allt, gekk eins og stafur og bók og við heyrðum ekkert annað en mikla ánægju í alla staði. Og það var alveg ljóst á lokahátíðinni að menn voru glaðir með árangurinn og áfram gakk. Ég held að þessi ráðstefna hafi komið okkur verulega á koppinn. Hérna komu 400 sölumenn erlendis sem gera samninga við okkar fólk, okkar heimasvæði hérna og náttúrulega á öllu landinu, panta hótel og panta ferðir og ýmislegt annað. Og þetta er mjög mikilvægt að við komum samhent inn á svona ráðstefnu. Fyrir ferðarþjónustuna er þetta lífsbjörg og ég held að þetta hefur tekist bara í alla staði mjög, mjög vel. Ég vil hrósa öllum þeim sem kom að þessu, starfsmönnum Súlunar og ekki síst starfsfólki og Tómasi og starfsfólki hans. Mikil ánægja með alla. En þannig að sé á hreinu að það er Íslandsstofa sem borgar kostnaðinn. Við lögðum smá fé í þetta sem móttökuaðili en það er Íslandsstofa sem er framkvæmdaraðili að þessu og rekur þetta í samvinnu við Markaðsstofu Reykjanes, Reykjanesbæ og aðra hagsmunaaðila. Nú, það var einnig rætt á fundunum aðventugarðinn sem við settum upp í fyrsta skipti í fyrra. Tókst mjög vel og áfram verður gert í ár. Nú er búið að tengja saman hennan aðventugarð við hugmyndasöfnunina sem fór fram á íbúavefnum Betri Reykjanesbær og þar var valin tillaga að gera skrúðgarðinn að ævintýralegu leiksvæði og hefur verið ákveðið að gera það. Og ég hlakkaði mikið til að sjá hvernig þetta tekst til. Það verður skautasvell. Ekki þó með frosti og ís, heldur er þetta tilbúið skautasvell sem búið er að panta og verður sett upp í desember í skrúðgarðinum. Það verður spennandi að sjá hvernig það tekst til en vonandi gengur þetta allt sinn vanagang. Baldur Guðmundsson, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og gestir, þakka Fríðunni fyrir að skauta yfir fundargerðina og ég ætla aðeins að misnota þetta bara aðstöðuna og pikka upp þetta nokkra þræði. Safnahelgin einmitt, mjög fjölbreytt, ég er bara sjaldan muna eftir jafn mörgum viðburðum og það er einhvern veginn eins og bara það losnaði á læðingi, það voru allir tilbúinir að koma fram og gera eitthvað, spila og þó að það hafi ekki verið auglýst, þá tók ég mér þess að móti hópi sem var að heimsækja okkur. Þannig að það var ýmislegt að gerast. Svo langar mig að koma inn á það, ég var nefnilega á farskóla safnamanna á öllu landinu, Stykkishólmi. Og bara til að færa okkur svona gleðifréttir þá fengu þau 2 krakka úr plássinu, Stykkishólmi, til að fjalla safnastarf og hvernig þau upplifa söfn og hvað þeim finnst vanta í söfn og annað. Og þá var rocksafnið okkar sérstaklega nefnt sem skemmtilegt safn. Það var 15 ára stelpa sem nefndi 2 söfn. Ég man ekki hvað hitt var, enda skiptið það engu máli, en hún nefndi rocksafnið sem sérstaklega skemmtilegt safn, væri gagnvirkt og væri gaman að fara í klefan og syngja og allt þetta. Og þetta er ekki búið, allt menningarstarfið okkar er ekki búið vegna þess að ég ætla þá að bara ávarpa þá fjölmörgu áhorfundir sem eru á YouTube núna að horfa á bæjarstjórnarfundinn sem
endalaust skemmtiefni að Leikfélag Keflavíkur að setja upp mjög áhugaverða sýningu, söngleik, sem að ég tengist aðeins, skiptir ekki öllu, en þeir eru búin að standa vel að kynningunni og það fer góðum sögum af þessu innan úr húsinu, þannig að ég hveti ykkur öll til að mæta á söngleikinn fyrsta kossin. Takk. Takk fyrir þetta, Baldur. Já, það er gott að myndist á sýningunni á Leikfélaginu sem byrjar á föstudaginn, frumsýningu á föstudag, þannig að ég hef komið með miða og hlakka mikið til. Friðjón Einarsson gerir svo vel. Mér langaði að nefna eitt, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði að nefna eitt bara hérna í lokin, það er að þessi þróunarverkefni sem við ræddum aðeins áðan undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs, sviðuggestur hjá Súlunni er að sinna þeim málum og er að gera vel. Og ég heldur bara að hrósa því aðeins að því að við erum nú kannski ekki ofgjörn að hrósa nema í dag erum við að hrósa allum og sjálfum okkur meira að segja líka. En þessi þróunarverkefni sem vonandi eru væntanlega á næstunni eru einmitt unnin í samstarfi við Súluna og hvernig á marka að setja svona verkefni fyrir atvinnutækifæri og annað. Þannig að ég heldur bara að koma því á framfæri að við vorum að fara yfir þessa fundargerð. Takk. Já, það hafa ekki fleiri hvatt sér hljós undir fundargerð menningar og atvinnuráðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina eru beðin að gefa merki. Og hún er samþykkt 11.0 og þá er ágætu bæjarfulltrúar að koma að síðasta lið þessa fundar sem er fundargerð velferðarráðs frá 13. október, orðalaust. Það er engi sem að hefur beðið orðið. Mér langar kannski bara að minnast á eitt sem ég raka auguna í þessu að það er að draga saman útgjöld til fjárhagsaðstoðar á milli ára sem að mér finnst vera góð sviti. Við erum á betri stað heldur en við vorum í fyrra sem samfélag. Atvinnuleysi hefur verið að draga saman. Við sjáum að í byrjun nóvember þá ætla Amerikanarnir að opna aftur og Æslandir að gera klárt fyrir það. Þannig að það lítur betur út heldur en við óttuðust þegar við vorum meðal annars að gera fjárhagsáætlun fyrir þetta ár. Þannig að það eru betri tímar framundan og það kemur, það sést að í fjárhagsaðstofinni sem að fólk er þá að komast til vinnu á nýjan leik og það er vel. Halldóra Fríða gera svo vel, Þorvaldsdóttir gera svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir. Mér langar bara að koma aðeins inn á þetta fyrst og myndist á þetta forseti að jú, við sjáum klárlega minnkun eða fækkun á fjárhagsaðstoð en á sama tíma þá erum við að horfa á það að ástæðan getur meðal annars verið sú að ákveðin verkefni voru okkur rétt í raun af ríkinu eins og til dæmis Hefjum störf. Og við tókum inn Reykjanesbær starfsmann sem hefur verið nokkurs konar atvinnumiðlari og sá starfsmaður hefur reynst okkur ofboðslega vel. Og nýjustu tölur sem við fengum nú bara kynning á í dag eru þær að okkur telst til að atvinnumiðlarinn, kalla hana bara það, hefur komið 59 manns í vinnu. Og það jafngildir ef við reiknum með að þetta eru auðvitað einstaklingar búsettir í sveitarfélaginu sem hafa verið lengi utan vinnumarkaðar af því að þannig er kríterían sem að þarf að uppfylla til að komast inn í þetta úrræði. Að þá getum við reiknað það bara mjög einfaldlega ef 59 manns var á fjárhagsaðstoð þá er það sinnum 174.000 sem gera rúmlega 10 milljónir á mánuði. Og það er gríðarlegur sparnaður fyrir sveitarfélagi getum við sagt en ekki síður
ótrúlega mikilvægt í því að einstaklingar, íbúar í samfélaginu okkar upplifa að þeir tilheyri. Þeir hafa vinnu, þeir hafa hlutverk. Að mæta í vinnu hefur ótrúlega mikil áhrif á andlega líðan eins og við vitum og þess vegna vona ég svo innilega að þetta átaksverkefni sem fór af stað sé í raun bara innleiðingaferli á einhverju miklu stærra sem mun halda áfram af því eins og staðan er núna þá verður eingöngu hægt að ráða inn í hefjum störf til áramóta og það mun þá gilda í 6 mánuði frá þeim tíma þannig að þetta rennur í raun og veru út mitt næsta ár eins og staðan er núna. En við sjáum þetta, einstaklingar á fjárhagsaðstoð, þeim fækkar núna milli mánaða 19 manns og það er bara ótrúlegt. Þannig að mér finnst bara gott, takk fyrir að hafa flaggað þessu. Þetta er mjög mikilvægt fyrir okkur sem samfélag. Takk fyrir þetta, Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla nú að þakka Halldóru fyrir að koma hérna upp, bæjarfulltrúar Halldóru og segja frá þessu. Það er í raun og veru ótrúlegt hvað hægt er að gera í svona virkri starfsemi með svona, ég veit ekki hvað að kalla, atvinnumálaráðgjafa eða reddara er kannski rétt orðið. Þessi starfsmaður hefur staðist alveg stórkostlega og til fyrirmyndar og segir okkur raun og veru bara það að við eigum að halda þessum starfsmanni í vinnu vegna þess að hún borgar sjálfins upp og margfald það. Það er nokkuð alveg ljóst fyrir utan ekki bara í peningum heldur líka í sálarhjálp gagnvart öllum þessum aðilum sem hérna ræðir. Við erum búin að horfa atvinnuleysi þetta núna í dálítið langan tíma. Í september fyrir rúm ári síðan var atvinnuleysi 22%. Í desember var atvinnuleysi komið upp í 25%. Núna er atvinnuleysi komið niður í 9,7%. Og við erum að vonast til að við förum núna undir 9% í næstu mælingu. En það sem kemur líka mjög óvart í þessu er að það eru 1100 manns skráðir í atvinnuleit hérna í Reykjanesbæ síðustu mánaðamót, 1100 manns. Og af því eru 610 karlar og 499 konur. Það hefur verið í gegnum tíðina alveg frá 1990 og þá hafa konur verið í meirihluta þeirra sem atvinnulausir. Og þegar við rýnum í hans betur í þessar tölur þá kemur líka í ljós, sem er mjög athyglisvert, að atvinnulausinu fækkar jafnt hjá án tillits til uppruna. Það er að segja að það fækkar jafn mikið hjá þeir sem eru skilgreind rýstingar og þeir sem eru aðkomumenn. Það sem vekur líka athygli að það er engin hreyfing á atvinnuleysi þeirra sem eru 65 ára, 65 til 70. Það er lítil hreyfing á því. Það er svona orðin hálfgerður fasti og einhverju þeirra fara sennilega á eftirlaunaaldurinn. En það sem vekur mesta athygli varðandi stöðuna sem búið að vera núna í ár er kannski það að við erum með yfir 100 mann sem er búin að atvinnulaust í 2 ár. En við erum líka með 500 manns atvinnulaus á annað ár. Það sem annað líka sem vekur athygli að helmingurinn af þeim sem eru atvinnulausir eru með útskrifur úr grunnskóla. 600 manns af þeim sem eru atvinnulausir. Meir en helmingurinn af þeim sem eru atvinnulausir eru bara með grunnskólamenntun. Og enn á ný sjáum við það að menntun er máttur og þetta er eitthvað sem við þurfum að horfa meira og meira á. Og síðan er næstæsti hópurinn sem er atvinnulaus, það eru 200 manns sem eru með háskólamenntun, sem fá ekki vinnu í heimabyggð. Þetta er ansi stór hópur háskólamenntaðra manna sem fær ekki vinnu. Og kemur kannski alltaf óvart hvað þetta er stór hópur sem er atvinnulaus. Nóðum það, ég ætla að hrósa velferðarsviði. Það er búið að funda á sviðinu og í ráðinu til að skoða fjárhagsáætlun og leggja til breytingar á fjárhagsáætlun sem verður kynnt fljótlega fyrir bæjarráði og verður kynnt fyrir bæjarfulltrúum á morgun. Það eru allir að gera sitt besta til þess að komast í kjólinn í þessari fjárhagsáætlun sem bæjarstjórn samþykkti samhljóða að leggja fram rammana og sérstaklega
er álagi kannski mest á velferðarsviðinu og fræðslusviði. En það er allir að gera sitt besta að koma sér inn í þetta og ég vil þakka fyrir það dugnaðinn sem ráðið hefur lagt á sig og kynnt sér niður í minnstu smáatriði. Takk. Takk fyrir þetta. Það hafa ekki fleiri kvart sér ljós undir þessu lið. Þeir sem samþykkt geta fundargerð velferðarráðs frá 13. október eru beðin með gefamerki. Og hún er samþykkt 11.0 og ágætu bæjarfulltrúar, þá erum við komin að lokum þessa fundar og dagskrá tæmd og nú munum við ganga frá fundargerð sem verður síðan samþykktir afrænt og ég segi því 618. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hér með slitið.